Ger ekki eins og allir aðrir sko. Fyrsta viðtalið um Mogganum sumar. Takk. Það svoleiðis. Það kemur núna. Óskar, skellur í kvöld, hvað hefur að segja eftir þetta? Ég náttúrulega bara, það er ömurlegt að tapa 6-1 fyrir Val. Það er ömurleg tilfinning. En, og þú veist, ég er ekkert endilega viss að þegar menn horfa á leikinn aftur, hann kannski gefi rétta mynd af leiknum. Þú veist, við fáum dauðafæri stöðunni 3-1, þar sem við vorum búin að eiga verða nánast einvaldar á vellinum í seinni hálfleik og ég veit ekkert hvað ég gerst. Við varum að skora skallanum. En eins og í framhaldinu, þá skipti ég 3 menn inn og til að reyna að fá meira orku. Það gekk ekki upp og við einhvern veginn, með 4. og 5. markinu þá bara, þá gefumst við upp. Við hættum bara. Og það kannski, það tvíbent. Það er alveg auðvelt að vera pirraður út í menn að þeir skuli hætta. Þegar á móti blæs. En samt er það, á einhvern nátt líka, mannlegt. Það er í okkur öllum að þegar einhvern veginn, allt er að fara til andskotans. Þá er oft bara erfitt að finna krafti til þess að halda áfram. Og lærdómurinn okkar í dag sá að, við getum ekki hætt. Við verðum að klára leiki, sama hvernig þeir eru að fara og hvernig þeir eru að spilast. Þá verðum við að klára leikina og maður vill trúa því að svona skellur, svona löðrungur sé mikilvæg bara hollur fyrir þetta verkefni. Núna kemst hópurinn að því hversu sterkur hann er, hversu trúr hann er þessu verkefni og hversu öflugur hann er. Það er Baul hérna meginn í stúkunni eftir leik sem ég held að bara beint að ykkur, hvað finnst þér það? Nei, stuðningsmenn KR eru þeir best á Íslandi og þeir klappa fyrir okkur þegar að vel gengur. Það var líka að klappa fyrir okkur í mótlæti og eru bara í fullum rétti til þess að sýna skoðun sína. Ég ætlast ekki til þess að allir KR-ingar skilji hvað ég er að reyna að gera. Ég ætlast ekki til þess vegna þess að fæstir skilja það. Sérfræðingar sem eru að fjalla um fótbolta skilja það alls ekki og þannig að og umræðan og einhvern veginn svona hugmyndin íslenska fótbolta hefur alltaf verið það þarf að vinna, ég þarf að vinna í dag, það eru 3 stig í dag, þetta er úrslitabrandsi, eingöngu og þegar að menn fara að horfa á slíkt þá gleymist oft þetta að það þarf líka að byggja upp. Það er þegar þú átt ekki neitt, þá þarf það að reyna að búa eitthvað til. Og það gerist ekki á einni nóttu. Og svo er bara spurningin, hvaða þolinmæði umhverfið, hvaða þolinmæði stuðningsmennirnir og hvaða þolinmæði er til fyrir uppbyggingum. En það er eins og alveg ljóst að þú fer ekki uppbyggingu á einhverju og hættir svo eftir 7 mánuði af því að það gekk ekki alveg nógu vel í smá tíma. Það væri þá holur hljómur í þeirri uppbyggingu og í talinu að vilja byggja upp, vilja gera þetta öðruvísi, þá er auðvitað alveg eins gott bara að hætta og finna einhvern annan sem að gerir hlutina á hefðbundna hátt. Vegna þess að það er alveg, það er, og ég skil alveg menn að þeir skuli hugsa eins og það flesti þjálfarprestur minna kollega hugsa það að ég þarf að vinna í dag. Ef ég vinn ekki í dag, gæti ég mögulega verið rekinn. Eða ég verið tjargaður og fiðraður af sérfræðingunum og þeim sem fjalla um fótboltann af því að við erum ekki að ná nokkuð úrslit. Þá gerist kannski það og ég held að leikurinn í dag
þú veist, sem bara, þú veist, velgert hjá Val. En leikurinn í dag, þú veist, endurspeglar svolítið, þú veist, muninn á mér og Túfa. Það gerir það, ég veit ekki hvort þið tókuð eftir því, en Valsmenn gera ekki sérstaklega mikla til að spila fótbolta. Valur er samt eitt besta lið landsins og hefur verið töluvert meira með boltann en allir andstæðingar þegar eiga flesta sendingar í deildinni. Þeir gera alls ekki til að spila fótbolta í gærdag. Þeir fóru fram, fóru langt og keyrðu á það sem þeir töldu vera veikleik okkar. Vel gert hjá þeim. En þá ertu búinn að, þú veist, þá getur spurt spurningarinnar, þú veist, fyrir hvað stendur? Stendur bara fyrir það að fá 3 stig í hverju leik. Og ef það er svarið að það eigi að vera þannig, þá er það ekki fyrir mig. Það dugar mér ekki að fá 3 stig í hverju leik. Það eina sem dugar mér er að vera að reyna að búa eitthvað til. Búa eitthvað til út frá einhverju hugmyndafræði, stytta sér ekki leið, jafnvel þó það sé erfitt, jafnvel þó ég þurfa að standa hérna fyrir framan ykkur og reyna að útskýra þetta og einhvern veginn, þú veist, það snýst að geta litið illa út, að þora að líta illa út, að þora að falla, þú veist, og þurfa að standa upp aftur. Og þar er ég, einhyrningur kannski í fótboltasamfélaginu og þannig er þetta bara. Þú veist, ég læt ekki þetta tap eins ömurlega og að mér líður með það. Þú veist, þá leit ég það ekki skilgreina, þú veist, alla vinnuna sem við höfum lagt á okkur og alla vinnuna sem er framundan og heldur ekki gleðina ánægina sem ég fæ að vinna með liðinu á hverju minnsta degi. Af því allir sögðu þá ætlaði ekki sko væri til að vera með fleiri stig, hefur það áhyggjur af stöðunni að það stökkt í liðin fyrir neðan einhver sem er nú ekki mörg? Þú veist, nei, ég hef ekki áhyggjur af stöðunni vegna þess að það eru 15 leikir eftir. Ég gæti sagt ég hefði áhyggjur af stöðunni, þú veist, ef það væri 1 leikur eftir. Geti ég verið svona, var ég aðeins farin að hugsa minn ganga, við varum í 27. umferð og staðan væri ennþá svona. Getur þú sagt ég hefði áhyggjur af stöðunni. Þú veist, meðan það eru 15 leikir eftir, þú veist, meðan ég sé, þú veist, ákveðna hluti sem er að þróast vel, svo eru þetta fullt af hluti sem við þurfum að laga, að þá hef ég engar áhyggjur. Þú veist, það er ekki, þú veist, áhyggjur er ekki rétta orðið sem ég hef núna. Þú veist, núna er ég bara með, þú veist, einhvern veginn, þú veist, óbræði munninum, reyna að láta þetta ekki, þú veist, stjórna skapinu mínu, reyna að láta þetta ekki, þú veist, skilgreina eitt í neitt, þú veist, það er það sem ég er að reyna að gera núna, en nei, ég er ekki áhyggjufullur, þú veist, mér finnst of mikið verið að skoða stöðutöfluna í hverri umferð, þú veist, þú liggur við að þú ert komin í Evrópukeppni eða ert fallinn, þú veist, nánast bara vikulega, sko, svo þú tekur vinnu 3 leiki í röð og þá ertu bara, þá er allt í himnalagi, en það er allt í ömurlegheitum ef að þú tapar 1-2 leikjum og þú veist, ég held að við lifum of mikið í núinu og ef þú lifir alltaf í núinu að þá er uppbygging mjög erfið, vegna þess að við erum kannski að horfa á þetta, þú veist, lengra, við erum að horfa á yngri flokkana, samræma leikstíl, meistaraflokks, annarflokks, þriðjaflokks, fjórðaflokks og fimmtaflokks. Þú veist, þannig að, þú veist, hver árangurinn er, þú veist, það fer eiginlega bara eftir í mjög hvað glerugu þú ert. Þú veist, er árangur það að vinna þetta leikið, er árangur það að byggja félag sem að, þú veist, er með sterka hugmyndafræði og öllum finnst gaman að spila í yngri flokkunum með vel sinnt og við erum með marga uppálda stráka í meistaraflokksliðinu, þú veist. Hvað er árangur? Þú veist, ég held að það sé misjafnt eftir í hvað þú spyrð. En auðvitað skil ég það. Flestir segja að það sé hvar þú ert í töflunni þegar að flautaði til leiksloka í október. En ég er bara ekki það núna. Síðasta frá mér allavega gafst að skinn á þínu menn hafi bara gefist upp þegar að líta eftir hvað segirðu þá við menn eftir skell og
þeir hafi hreinlega gefist upp? Bara sem ég sagði við þig áðan, það er alltaf lægi að svona hluti gerist einu sinni, vegna þess að það er í eðli mannskepnunar, það er í eðli okkar kallmanna sérstaklega, að vera ekkert rosalega sterkir í mótbyr. Við höfum alveg tilhneigingu til þess að reyna að fara auðvelduleiðina og reyna að einhvern veginn sleppa vel frá hlutunum og þegar að hlutinni verða erfiðir þá höfum við alveg tilhneigingu til þess að fara í felur. En með því að reyna að búa til sterka liðsheild og þá kannski er mögulegt að koma í veg fyrir að þetta gerist aftur. Ég held að menn séu mjög meðvitaðir það að þeir hættu, að þeir köstuðu inn handklæðinu og ég er því mjög hissa ef það myndi gerast aftur á þessu tímabili, það hefur ekki gerst hingað til og þó hefur við oft verið í erfiðri stöðu og við höfum alltaf haldið áfram og aldrei gefist upp. En svo kom að því, en mikilvægast er bara að menn læra af þessu og svo bara er það ekki mitt að dæma það, hvenær er komið nóg, hvenær hvað er gott, hvað er vont. Ég er bara í mínu verkefni að reyna að gera KR eins öflugt félag og hægt er og það getur tekið 3 mánuði og það getur tekið 3 ár og hvort ég fæ tíma til þess, það verður bara aðra að sofa tíma. Já, bara framhaldið, hvað F núna næst á heimavelli í næstu umferð, talar kannski horfa ekki mikið á töflu, einu stigi frá fallseti, bara hvernig meturðu núna bara framhaldið eftir svona skell? Ég meta bara þannig að við þurfum að svara, við þurfum að svara frammistöðunni síðustu 20 mínúturnar. Við þurfum að sýna að við séum sterkari liðsheild heldur en þetta. Við þurfum að sýna að við höfum lært af þessum leik. Það er bara, það er að mikilvægast. Takk Óskar, gangi vel.